engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið blessu og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan og í þættinum í dag ætlum við meðal annars að rifja upp mörg 100 ára gamla ástarsögu, sögu af ást í meinum, staðfestu og tryggð. Þetta er sagan af Önnu á Stóruborg og Hjalta sem að dvaldi langdvölum hér í Paradísarhellinum. Hér komast alveg 20 manns fyrir, svona er þéttir setið. Við kynnum okkur líka þjóðleika á Stokkseyri og heimsækjum nýjasta þorpið á Suðurlandi sem að reis í Þorlákshöfn í vikunni. Og þá er ekki allt talið því við áttum stefnumót við sumarið í Friðheimum í Reykholt í Biskupstungum. Þann dásemdar stað sem hefur vaxið og dafnað undanfarin 20 ár og veitir nú fjölda manns vinnu. Meðal þeirra sem við hittum þar var Rakel Theódórsdóttir sem að lét sig ekki dreyma að fá vinnu eftir háskólanám nánast í sveitinni sinni. Ég klára ferðamálafræði og viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 2008. Og fer þá inn í upplýsingatæknigeirann og vinn þar í 6 ár, bara frábær tími og þvílík reynsla í markaðsmálum þar. Maí á síðasta ári fæ ég símhringu frá Knúti og Helenu og þau bjóðu mig það að koma og starfa hér sem móttöku- og markaðsstjóri og það hefur tekið okkur fjölskylduna svona 5 daga. Það voru við búin að ákveða það að við ætlum að slá til og ég gekk inn í fyrirtæki mitt í Reykjavík og sagði upp þar eftir frábæran tíma þar, en tilbúin til þess að breyta til, við vorum með einn lítinn gutta, var að klára fæðingarorlof, við vorum alveg tilbúin í það að skella okkur í sveitina. Og hvernig er? Þetta er bara frábært. Á þessum tíma lífsins, þar sem við erum með lítið barn og fyrir mig að komast í það sem ég er menntuð í og hef ást og unað að, þá er þetta bara draumur í dós, sko. Algjörlega, maðurinn minn vinnur hjá Eimskipi, stýrimaður þar. Þannig að skiptir hann engu máli hvar við búum á landinu. Þannig að hann er í burtu í 2 vikur og heim í 2 vikur eða mánuð úti og mánuð heima. Þannig að þetta er bara yndislegt. Stutt í leikskólan, stutt að komast heim, engin umferðarljós, ekkert umferðaröngþveiti eða stress eða þannig. Þannig að það er nóg að gera í vinnunni og svo nær maður að kúpla sig út með fjölskyldinu eftir það. En við byrjum á því að skunda í skrúðgöngu á Stokkseyri. Þjóðleikur verður til inn í Þjóðleikhúsinu. Hún Vigdís Jakobsdóttir sem er nú eiginlega móðir Þjóðleiks. Hún var starfsmaður Þjóðleikhússins og bjóð þetta verkefni. Þjóðleikhúsið styður við verkefnið með því að við leggjum til listræna aðstoð í formi aðstoðar leikmyndahöfunda, búningahöfunda, ljósahönnuða, hljóðhönnuða og þannig styðjum við leiðbeinendurna í Þjóðleik. Og svo bjóðum við öllum leiðbeinendum til okkar á námskeið og þannig að við komum að þessu á svona mörgum levelum, eins og maður segir. Nína, allt í hendina á mér, Nína. Það var mikið dýrðir á Stokkseyri 1. maí þegar ungmenni af öllu Suðurlandi hittust í nafni Þjóðleiks. Gleði, einbeiting og metnaður einkenndi hópinn sem að tókst á við 2 íslensk leikverk. Annað eftir Björk Jakobsdóttur, hitt eftir Berg Ebba. Ertu geðveikur? Þetta er náttúrulega svolítið skemmtilegt að vera líka með alvöru leikrit og það er ekki úr svo mörgu að velja á íslensku. Og þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt að sjá sama leikrit í mismunandi útfærslu og það er kannski galdurinn í þessu.
að krakkarnir, þau áttu sig þegar þau byrja í verkefnu kannski ekki alveg á því hvað þetta í heild fyrir þau koma svo að hátíðinu. Þau eru búin að frumsýna heima, svo koma þau saman og allt í einu einhver í hlutverki sem þú ert í og bara gera þetta allt öðruvísi. Það galdurinn og svo bara hópefli og þau gista hérna í kvöld og verður kvöldvaka og mikið stemning, allir búin að æfa skemmtiatrið og þetta verður bara mikið fjör og veður náttúrulega æðislegt. Leikstjórarnir fá líka gjafakort í Þjóðleikhúsið. Þetta að breskri fyrirmynd í raun og veru þetta verkefni og það ótrúlega mörg ár síðan að ég rakst á það. Það heitir Connections í Bretlandi og mér fór að dreyma þetta svona kannski í kringum 2004 en það vantaði svolítið kannski tengingarnar út á land til þess að geta gert þetta almennilega og þetta var líka svolítið svona stórt. En svo fyrir tilviljun þá komu tvær konur frá Austurlandi sem voru þá menningarfulltrúi og menningarstjóri og þær komu til þess að leita svona eftir samstarfi í Þjóðleikhúsinu og þetta 2007 og 2006-07 og Tinna Gunnlaugsdóttir, þáverandi leikhússtjóri, að hún kallaði mig inn á hana fund og sagði þetta ekki kjörin, er þetta ekki komið með vettvangi til þess að starta verkefninu og þá fór boltinn að rúlla og fyrsti þjóðleikur var á Austurlandi 2008 og svo hefur hann verið haldið annað hvert ár síðan og í hvert skipti stækkum við svæðið sem hann nær til. Þetta hefur svo mikið félagslegt gildi og leiklist svona málaflokkur sem kannski ekki svona staðbundin í öllum skólum. Þannig að við vonum bara að með þessu verkefni þá erum við svona að breiða boðskapinn út og leiklist verði framan af fastu líður sem að minnstakosti valgrein í flestum grunnskólum og þess vegna framhaldsskólum líka. Og á hvaða aldri eru þau krakkarnir sem eru að taka þátt í þessu? Þetta ætla unglingum svona frá 13 ára upp í 20 svona það bíl. Og þetta svolítið skemmtilegt að hafa þennan breiða hóp líka því að þau læra svo mikið hvort af öðru. Þú ert ekki að byrja bara? Það auðvitað heilmikið mál að koma saman heill í leiklistarhátíð en undirbúningsnefndin taldi ekki eftir sér að byggja svið og sjá til þess að allt væri til reiðu fyrir leikhópana. Hættu þessu, Kom inn! Mitt fyrsta leikstjórnarverkefni var í apríl 1965 sem var Salem að Lækum sem ég setti upp í kirkjunni á Akureyri með KFM og K. Og var með 5 leikara og þá þurfti maður alltaf að prenta handritið með kalkipappír til þess að allir fengju. En síðan 50 ár þannig að maður stendur hér enn. Hvað varstu, 11 ára? Ég var 11 ára, já. Og búinn að leikstýra allar götur síðan í 50 ár. Hvernig dettir þú inn í þjóðleik? Dast þú inn í það? Sko ég hef alltaf verið að vinna með áhugaleikhúsi alveg á fullu sem 1970. Og hef alltaf haft þá skoðun að leiklist sem þerapi í skólum fyrir unglinga sé algjörlega frábær. Og ég hef sett upp að meðaltali 2 sýningar á ári alla mína kennslutíð sem orðið 41 ár og samið mest af því sjálfur. Og þegar þjóðleikur kom upp á Austurlandi þá var ég kennari og stjórnandi á Hornafirði og fór beint inn í verkefnisstjórn og hef verið með þjóðleik sem 2008. Og síðan þegar ég flytt hingað 2011 þá tók ég bara þjóðleik með mér og sett hann í gang hér. Og það má segja að þjóðleikur standi fyrir allt það sem að Þjóðleikhúsi vill leggja rækt við. Leiklist fyrir börn og unglinga, leiklistar uppeldi, rækt við íslenska tungu, nýsköpun, stuðningur við íslenska leikritun. Þannig að þetta nú svona auðvitað allt það besta sem við erum að gera. Þetta eiginlega byrjaði bara úr því að við Helena kláruðum okkar skóla 95 eða 94. Helena var í garðyrkjuskólanum og ég fór á meðan í bændaskólanum í Hólum í Hestana. Og svo gengum við með þennan draum að flytja upp í sveit úr Reykjavík, við byggum í Reykjavík, og langaði að flytja upp í sveit og búa með tómat á hesta. Og við vorum svo lánsum að detta nær á þennan yndislega stað, Friðheima. Þegar við komum hingað þá hafði engi búið hér í 3 ár, þannig að staðurinn hafði verið í mikilli niðurníðslu, já bara í eyði. En hafði verið rekið mjög myndarleg garðyrkjustöð á árum áður, stórt og myndarlegt íbúðarhús sem var vísu lag og var orðið ansi illa, í lélu ásumkonlagi. En við allan að festum kaup og fluttum hérna upp í sveit. Ég oft svona hugsað hvað mömmur okkar hafði sagt þessu tíma því að þetta var nú ekkert mjög gæfilegt. Þetta var svolítið eins og fyrir mömmu
Henni fannst þetta vera alveg út úr kortinu örugglega sko. En stóðu allir mjög þétt upp við okkur. Og allir rosalega duglegir að koma að hjálpa okkur að mála íbúðarhúsið þegar það þurfti og taka garðinn í gegn og planta út. Ef það þurfti að gera eitthvað, þá var allir boðnir og búnir sko. Þetta var örugglega ævintýri bara fyrir, ekki bara okkur, heldur alla í kringum okkur líka. Þegar við komum, það var engin skófla til, það var ekkert hérna. Við þurftum einhvern veginn að kaupa allt og nýtskriðin úr skóla og áttum ekki krónu sko. Þannig að fyrstu árin okkar voru svona mikil basl ári í sjálfu sér, bara að koma þessu svolítið á stað. En svona eftir sem þetta stækkar og svona byggist upp, þá hefur þetta svona alltaf orðið að einhverju meira og meira. Þannig að, og í dag bara mjög svona skapandi, fjölbreyttum og skemmtilegu vinnustað. Af hverju tómatar? Af hverju velduð þið það? Tómatarplöntur eru svo mikil áskorun. Ef þú ætlar að fá góða uppskeru þá þarf það svona aðeins að hafa fyrir þeim. Mér fannst það eiginlega alltaf skemmtilegast. Við erum búin að pröfa að rækta gúrkur og paprikur og ýmislegt og vorum að rækta þessar 3 sortir áður en við byrjuðum í lýsingu. En tómatarnir svara raflýsingunni mjög vel og það var þörf fyrir það á markaðnum. Og svo bara ef maður grúskaði mikið og spáði og speglur í ræktuninni að þá skilaði sér uppskeru og það kýtlar alltaf hér koma og gera betur. Plús það er auðveldara að vera góður í einu heldur en að þykjast vera í mörgu. Þannig að það var bara einhvern veginn lágbeint við að fara í sérhæfingu á tómatum. Við höfum alltaf hugsað þetta sem þannig að við erum að rækta gæðavöru og við erum svo heppin á Íslandi að við höfum svo margt með okkur í því. Og þar náttúrulega fyrst bara vatnið okkar. Að tómatur 92–93% vatn, þannig að galdurinn bakvið það náttúrulega að hafa úrvalsvatn. Og við erum náttúrulega svo heppin að vera með allt þetta lindarvatn á Íslandi, þannig að við getum verið að vökva plönturnar okkar með sama vatni og við erum að drekka heima í okkur. Og það finnst mér skipta náttúrulega miklu máli. Síðan náttúrulega að því við erum eyja og þetta norðarlega, þá er ekki mörg meindir sem við þurfum að kljást við og við notum eingöngu lífrænar varnir, þannig að við erum með svona góða flugu á móti slæmri flugu. Hérna er einn góði gæinn. Þetta er sem sagt græn vespa sem heitir Macrolopus sem flýgur hérna og tekur slæmuflugurnar. Þannig að við getum eiginlega sagt að það sé háð orusta hér á hverju degi milli góðu gæjana og slæmu gæjana og það er svona okkar hlutverk, garðyrkjubændanna, að sjá til þess að það sé örugglega góðu flugurnar sem að vinna. Þannig að ef það séu fleiri í slæmafélagskapnum þá fjölgum við okkar lýsefla. Hefurðu einhverja tölu á því hvað eru margir búnir að koma við hérna hjá okkur? Í heildin ekki, nei, en við byrjuðum fyrsta árið okkar með að taka á móti rétt innan við 1000 gestir, það voru eitthvað 900 eitthvað gestir fyrsta árið og svo var eiginlega helmingsfjölgun alltaf hverju ári, síðan var það 2000 og svo 4000 og svo 5000 en svo var það eiginlega sprenging í þessu þegar við opnum hjá okkur gestastofuna. Árið sem við opnum hana komið til okkar 25.000 gestir og síðan 50.000 og í fyrra 70.000 og það er búið að vera mikil fjölgun á þessu ári þannig ég veit ekkert hvernig það endar, það voru ekkert að segja. Hvað er svo nýjasta nýtt? Hérna er vínberaplantan, eða hluta vínberaplöntun okkar. Þegar við byggðum húsið þá gerðum við gat í gólfið svo hún geti vaxið undir plötuna. Þannig að hérna er komin 1–2 plöntur sem er hérna innandyra. Og hugmyndin var svona að gesturinn geti nælt sér í vínbeðið á leiðin á klósettið. Það var svona hugmyndin. Þannig að hérna eru komin svona klasi í mjög þægilega hæð, þannig að endilega gjör svo vel fáðu vínber. En þeir eru nú flest frekar hátt uppi? Já, við erum svona náum í þá og bjóðum þegar þeir eru tilbúnir. Þetta vekur alltaf lukku og fá svona alveg fersk vínber beint af plöntunni. Þú er ekki hugsaðir að leggja fyrir þér rúsínuframleiðslu? Það kemur stundum fyrir að maður gleymir hérna eða sér ekki klasana því þeir eru svona faldir innan í runnanum og þá svona við höfum uppskorið rúsínur. Þetta er þorpið sem reis í grunnskólanum í Þorlákshöfn í vikunni. Hér er gríðarlega góð stemning, íbúarnir nýbúnir að fá útborgað og aðkomumenn, langflestir frá Þorlákshöfn, hafa flykkst í heimsókn og eru í óðaönn að skipta krónunum sínum í gildandi gjaldmiðil, þollara. Þetta byrjaði hérna hjá okkur fyrir 2 árum, þá vorum við með þetta í fyrsta skipti og við fréttum að vissu að nágrannar okkar hérna upp á Eyrarbakka á Stokkseyri, barnaskóli Eyrarbakka Stokkseyrar, hafði verið með svona þorp í gangi og þau komu til okkur og leiddu okkur í gegnum fyrsta árið, undirbjuggu okkur mjög vel og þannig að þetta var svona þægilegt að geta leitað upplýsinga og reynslu annars staðar. Þetta er bara mjög gaman, allur aldur saman. Hvað finnst þér læra á þessu?
bara samvinnu og já, bara mjög gaman að prófa eitthvað nýtt. Þetta virkar þannig að fyrst kemur bankinn saman og hann ákveður að búa til sín eigin gjaldmiðil. Við ákveðum að hafa 1 dollara, það gjaldmiðlinn okkar, fyrir halva krónu, það sem sagt 1 á móti 2. Síðan valið í hópa og smiðjur og fólk fær að velja, nemendur fá að velja í hvað smiðjur þeir fara. Jæja, Sigurður Jónsson, ritstjóri. Hvað felst í þessum titli? Herðu, það náttúrulega bara að sjá til þess að fólk sé að vinna og standa sig og sem þau gerðu hrikalega vel. Svo bara að passa að blaðið komið flott út og svoleiðis. Þú titlaði ritstjóri, þetta hljómar nú eiginlega frekar eins og þú sért bæjarstjóri. Já, ég myndi nú meina það. Ég væri með mikilvægasta starfið hérna. Og ekkert vandrað að finna efni í þessu þorpi? Nei, langt frá því. Það er alltaf eitthvað að gerast og maður einmitt getur alltaf fjallað það sem að gerast í þorpinu. Það er alltaf eitthvað. En hver nú helstu málefnin sem að brenna á þorpsbúum? Herðu, það kom í fréttum núna að það væri verið að nota iðnaðarsalt í kaffihúsinu. Þannig að það svona var heitasta málið. Þannig að við fórum á stúana og kíktum á það og það kom í ljós að það var ekki. Þetta var bara mjög gott salt sem við verið að nota. Nei, jú, 500. Og þegar upp á staði þá þetta eru bara fólk í vinnu. Það vinnur í 3-4 daga og fær svo kaup fyrir. Við greiðum út, í morgun voru greidd út laun og þú getur farið síðan þorpið eftir 11 í morgun. Þá var opnað fyrir sölu á framleiðslunni. Eins og þið hafið séð á yfirferðinni hérna, það er mjög fjölbreytt, það sem hægt að versla. Hvaða fyrirtæki þetta? Allt í steypu. Og hvað voruð þið að gera? Við vorum að steypa svona kertastjaka og búa til kerti. Og það er ekkert eftir? Nei. Hvernig gekk þetta? Bara mjög vel. Vitið þið hvað búin að selja mörg? 200 kerti. Við bræðum gömul kerti og hellum ofan í og látum það storkna. Og svo hellum við bara öðrum lit svona kertaðaxi og fyllum glasið bara. Hvaðan fenguð allt þetta dót? Hjá fólki sem gáði okkur það. Kemur bara fólk hérna og fyllir skólan á dóti og... Já, það fyrir við að sortera það. Og þetta klæðir þið rosalega vel. Svo er líka með fullt af svona þorskunni, grænt bólur og svo brjóstaldari. Þannig að þú ert bara komið með sumardressið? Já. En hvernig gekk ykkur að vita hvað þetta kosta? Bara vel. Var það ekkert mál? Nei. Og allir sammála? Já. Enginn sem vildi hafa þetta rosalega dýrt? Nei, við þurftum eiginlega að hafa þetta svolítið ódýrt til þess að reyna að losna við. En nú varst þú bankastjóri og svona í lok þessa dags, í lok þessa ævintýris, hvernig stendur bankinn? Ég er nú ekki búinn að telja ennþá, en mér sýnist að það sé verulegur afgangur. Kostnaðurinn eru auðvitað töluverður og bæði laun og svo hráefniskostnaður sem við þurfum, en ég held við séum einhverju 100 skall pluss. Salan er búin að vera alveg gífurleg. Þorpsbúar hafa flykkst hér þannig að gangarnir hafa verið nánast fullir í 2 klukkutíma. Og sum svæðin eru uppselt, það er tómt, það er ekkert lengur að finna. Sagan af Önnu frá Stóruborg eftir Jón Trausta átti greiða leið að hjörtum lesenda þegar hún kom út fyrir réttum 100 árum. Sagan gerist undir Eyjafjöllum á 16. öld og er byggð á sönnum atburðum. Og boðskapur hennar vekur lesendur enn þann dag í dag til umhugsunar ótal þætti mannlífsins. Það sem er kannski fyrst og fremst heillandi við þessa sögu er persónan Anna á Stóruborg og trú hennar á ástina og sú sannfæring hennar
að þó hún hafi í rauninni bæði haft, við skulum segja, kóng og guð á móti sér, þá var hún alla tíð sannfærð að hún væri hvorki að brjóta Guðs lög né manna, en engu að síður hún að berjast alein gegn straumi tímans með þeim hætti að hún sannarlega í hópi, við skulum segja, mestu kvenréttinda kvenna eða bara mannréttinda fulltrúa Íslandssögunnar. Hún 30 þegar hún verður ástfangin af 15 ára Smala. Hún af íslenskum aðalsættum, ef við getum orðað sem svo. Hann bara svona fátækur alþýðustrákur. Hún eiginlega fer gegn öllu sem viðtekið. Já, hún gerir það sannarlega og það ekkert í landslögum sem að meinar auðvitað Önnu að giftast Hjalta, nákvæmlega ekki neitt. Hins vegar fengu þau aldrei hina löglegu blessun Páls sýslumanns og síðar lögmanns og bróður Önnu, Páls á Hlíðarenda, og þannig þetta algjörlega persónulegt mál að þau fá ekki að giftast. Páll lítur á þetta bara sem svo mikla skömm fyrir ættina að hún taki svona niður fyrir sig, að hann getur bara ekki hugsað sér að þetta gerist eða hans ætt, eins og hann segir, blandist þrælablóði, smalablóði. Hann bara að verja í rauninni heiður ættarinnar og bláa litinn í sínu eigin blóði. Það má eiginlega segja hann ofsæki þau, hér bara á þessum stað sem við erum núna. Já, það sannlega þannig. Þegar hann fréttir það fyrst að þennan samdrátt, þá bara verður hann bara trillist maðurinn og kemur hér og ætlar bara svona eins og köllum fannst sjálfsagt á þessum tíma að tuska til stelpurnar og þær áttu bara að hlýða og þeir skildu ekkert annað þessir kallar og hafði ekkert viðurkennt annað, en hún hafði bæði náttúrulega nægilega mikla persónu og persónutöfran og mikla sjálfsvissu til að standa á sínu, eða þó fyrst og fremst og eins og sagan teiknar þetta upp, að ástin, hún var bara einfaldlega það afl sem var sterkara en þessi saga samfélagsins. Hún var tilbúin að fórna öllu fyrir þetta samband. Og hann var nú svo sem tilbúin að leggja ýmislegt á sig líka, hann Hjalti? Já, Hjalti tilbúin að leggja ýmislegt á sig líka greinilega og hans vist náttúrulega mjög hörð vegna þess að Páll hundeltir hann hér sveitina. Hann hefur af því spurnir að hann sé innan sveitar, hann þegar ekki komið honum undan, enda auðvelt að sjá það í hvert skipti við skulum segja einu svona árið eða eitthvað, þegar Páll ríður hér heim að Stóruborg að heimsækja Önnu, þá alltaf komið nýtt barn í hópinn í hvert einasta skipti og það sami Hjaltasveipurinn á þeim öllum og enginn efast það, þannig að Páll þarf ekki að efast það, hann ekki langt undan maðurinn. Sveitungar þeirra Önnu og Hjalta stóðu með þeim gegn sýslumanni, allir sem einn, og því gat Hjalti dulist árum saman í næsta nágrenni við Stóruborg í sjálfum Paradísarhellinum. Maður fattar þetta ekki fyrir maður komin að honum. Hann hann. Maður þarf bara alveg að leita að honum. Já, þó við vitum að hann sé hérna. Þó við vitum hvað hann þó við höfum komið hérna áður og þegar maður reynir á vegi, þá beinir sést þetta op ekki. Í sömu aðra klettarna hérna við að skútanum, með stærri op, þá sjást þeir greinilega, en þessi, þó þetta sé í rauninni meiri hellir, meira gímalt þarna á bakvið, þá opið svo lítið og einhvern veginn svo falið hérna, að ég veist þegar við erum bara hérna niður í kverkinni, brekkurótinni, þá sést þetta ekki. Þannig að þetta frábær felustað. Og hér dásamdinn. Hjalti ekki heima, en andi hans svífur hér yfir vatnum. Það spegilslétt gólf, nánast bara eins og marmaragólf í þessum helli. Alveg slétt fín hellan. Það bara nánast eins og hér sé, þetta ekki allra fínasta í dag, að eiga einmitt gólf úr högnum náttúrusteini og hér fyrirmyndin og auk þessi sem að náttúrulega þessi gullfallegi mosalitur sem hér komið að, því að vatnið að seytla gegnum sprungunar og hann orðin eiginlega alveg mosaklæddur hérna að innan og hann vel, hann svona rúmur 2, sýnist mér núna 2,20–30 hérna á hæð þar sem hann hæstur, þannig að
menn hafa átt auðvelt með að standa hérna uppi. Heldur að hafi farið sæmilega hann hérna? Nei, ekki samkvæmt þeim hugmyndum sem að við gerum okkur nýja á þeim tíma. Þetta hefur verið ægilega erfið og hörð vist, það alveg ljóst. Þannig að Paradísarhellir kannski ekki alveg rétt nefni? Nei, Paradísarhellir nú sennilega ekki rétt nefni, en það man ég eftir því í sögunni þá lætur Jón þau engu að síður líta á þetta sem einhvers konar himnaríkisvist þegar þau finna hellinn og svona sjá að þarna sé hægt að nota hann. En ég man nú einmitt eftir svo síðar í sögunni þegar annað kemur að heimsækja hann einhvern tímann þarna seinna, þá hann nú farin að kenna staðinn Hjalti sjálfur við hinn staðinn. Hann búinn að snúa þessu við, þannig að það hefur oft verið ansi kalt og erfitt í hellinu hjá Hjalta, já. Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.